This interview is part of a CapShare podcast series where we discuss capacity sharing in the Arctic in local languages. Today, biologist Rannveig Magnúsdóttir is interviewing Ragnhildur Guðmundsdóttir, the director of the Icelandic Museum of Natural History, about the role of museums in capacity sharing. The interview is in Icelandic. Jæja, góðan daginn. Ég heiti Rannveig Magnúsdóttir og ég spendýrafræðingur eða spendýralíffræðingur og safnastarfsmaður núna því ég vinn hjá Náttúruminjasafni Íslands. Ég einmitt með meistaragráðu og doktorsgráðu í spendýravistfræði eða spendýralíffræði. Var að vinna með bæði ástralskt pokadýr í Ástralíu og svo var ég líka að vinna með mink í mínu doktorsverkefni. Og svo var ég að vinna hjá Landvernd í 12 ár, þannig að ég er með alveg svona alls konar bakgrunn fyrir það sem ég er að vinna hérna hjá safninu sem er mjög fjölbreytt verkefni. En við ætlum að ræða CapShare sem er alþjóðlegt samstarfsverkefni sem að skoða hvernig vísindi, samfélög og stefnumótun geta unnið betur saman til að vernda líffræðilega fjölbreytni og bregðast við loftslagsbreytingum á norðurslóðum. Og þetta er verkefni sem leggur áherslu á samtal milli fólks, allt frá vísindafólki og safnafólki til að hjálpa ungu fólki og heimamönnum og hvernig ólík þekking og reynsla getur hjálpa okkur að skilja náttúruna betur og taka betri ákvarðanir fyrir framtíðina. CapShare enska heitið að því er Building Bridges of Shared Capacity Between Scientists, Policymakers and Communities. Þetta er kannski ekki með mjög þjált íslensk heiti en þetta verkefni er leitt af Náttúruminjasafni Íslands og er í samstarfi við Arctic Frontiers í Noregi og Háskólann í Lapplandi í Finnlandi. Og markmiðið er að þróa aðferðir til svona capacity sharing eða samnýtingar þekkingar, reynslu og auðlinda og nota til þess vinnustofur og samfélagsverkefni og er í samstarfi söfn, skóla og ungmennasamtök. En capacity sharing eða svona capacity building, capacity sharing, þetta er svolítið óþjált á íslensku, við erum ekki alveg komið með kannski nógu gott í orð á íslensku, en þetta mætti samt þýða sem samnýting þekkingar, hæfni og reynslu og hugmyndin gengur út á að ólíkir hópar, til dæmis vísindafólk, samfélög, ungmenni og stefnumótendur, að þessir hópar læri hvert af öðru og byggi sameiginlega upp getu til að takast á við áskoranir eins og loftslagsbreytingarnar og vernd líffræðileg fjölbreytni, sem er einmitt svona kannski útgangspunkturinn hjá okkur hérna hjá safninu. Þannig að í stað þess að þekking flæði bara í eina átt frá sérfræðingu til almennings, þá snýst þetta capacity sharing samstarf, samtal og svona gagnkvæma lærdóm að við sem ekki bara, vísindamenn sé ekki bara að messa yfir hinum heldur að við sem að læra öll af hvort öðru. CapShare er verkefni sem að hófst árið 2004 og er núna í fullum gangi og verður hérna til 2027. Og hér er komin hún Ragnhildur Guðmundsdóttir sem er forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands og ég ætla bara að bjóða þig velkomna í þetta hlaðvarp hérna og bjóða þér að kynna þig aðeins. Hver er þú? Takk fyrir það, Rannveig. Ragnhildur heiti ég, Guðmundsdóttir og er starfandi forstöðumaður hjá Náttúruminjasafni Íslands síðan í janúar þessu ári. Minn grunnur er eins og þinn úr líffræðinni, tveir líffræðingar hérna að spjalla saman þetta mikilvæga mál, líffræðilega fjölbreytni meðal annars og þetta verkefni CapShare. En já, minn bakgrunnur er úr, votvistfræði. Ég bæði grunn í sjávar og ferskvatnsvistfræði og hefur verið að skoða krabbadýr meðal annars og svona hitt og þetta. En síðustu 5 árin hef ég starfað á Náttúruminjasafni Íslands, þannig að ég hef svona verið að kynnast safnastarfinu alltaf meira og meira. Og síðan í janúar þessu ári þá er ég búin að vera forstöðumaður hjá þessu ágæta safni sem er að takast á við alls konar skemmtilega verkefni. Einmitt. Já, við ætlum að ræða hvernig söfn geta komið inn í svona verkefni eins og CapShare til dæmis og þannig að mig langar að spyrja þig, hvað gerir söfn sérstaklega vel til þess fallin að leiða saman þessa ólíka hópa, vísindafólk, samfélög og stefnumótendur? Söfn þau njóta traust í samfélaginu og þá sérstaklega höfuðsöfn og viðurkennd söfn. Þetta er kannski svona hugtök sem ekkert allir þekkja en þetta er samkvæmt safnalögum að þá erum við með höfuðsöfn og viðurkennd söfn á Íslandi. Svo eru þetta alls konar söfnsýningar og setur og hitt og þetta. En ef við svona útskýrum aðeins hvað þetta þýðir þá eru höfuðsöfnin 3, þau eru rekin á ríkinu.
Þetta eru Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Og við sem sagt störfum samkvæmt safnalögum. Þar er einnig talað það sem við kalla viðurkennd söfn og þau eru fjölmörg út landið. Viðurkennd söfn hafa farið í gegnum viðurkenningaferli safnaráðs og fengið viðurkenningu frá ráðherra og eru starfa ákveðnum svona sviði samkvæmt sínu stofnskjali. En söfn eru svona almennt, þau njóta svona traust í samfélaginu og þau eiga að bjóða öll velkomin og vera inngildandi og með því eigum við að söfnin eiga að vera að vinna markvisst að vera aðgengileg og opin fyrir alla hópa samfélagsins, óháð uppruna, aldrei, líkamlegri getu, trúarbrögðum eða félagslegri stöðu. Og þetta snýst þá í raun og veru að endurspegla fjölmenningu, virkja ólíka hópa og tryggja sýningar og safnkostur höfðu til allra. Og með því að gangast undir viðurkenningaferli safnaráðs til dæmis, að þá samþykkir safn að starfa samkvæmt siðareglum ICOM, sem stendur fyrir International Council of Museums eða alþjóðaráð safna, og þar er skýrt kveðið á þetta atriði. Og höfðusöfn starfa líka og eru aðilar af ICOM. Það er til dæmis Íslandsdeild ICOM til, sem að þá starfar landlæknir. Svo eru líka svona svæða ráð innan ICOM eins og til dæmis Norðurlandaráð og svo framvegis. Þannig að ICOM er svona svolítið regnhlíf, svona alþjóðleg regnhlíf sem að starfa hnattrænt en líka svona svæðabundið. Nú, söfn eru svona eðli málsins samkvæmt svona góður vettvangur fyrir skoðanaskipti þar sem fólk getur svo komið til að læra á eigin forsendum. Þannig að allt þetta svona stuðlar að því að söfn kannski henta vel í að leiða saman þessa ólíka hópa. Akkurat. Og þá erum við komið að svona stóra viðfangsefninu sem er líffræðileg fjölbreytni og við erum aðilar að alls konar alþjóðlegum samningum. Við erum aðilar að Sameinuðu þjóðunum og við erum aðilar að samkomulagi, við erum búin að skrifa undir samkomulagi sem heitir Economic Montreal Global Biodiversity Framework eða GBF sem er svona sambærilegt við Parísarsamkomulagið í loftslagsmálum og þar er einmitt talað að söfn og það er talað hefðbundna fræðslu eða hefðbundna kennslu og óhefðbundna fræðslu sem að söfnin geta verið undir. Já, söfn eru einmitt svona það sem við kalla óformlegur námsvettvangur. Læra alls konar á einu forsendum. Akkurat. Og hvernig getum við tengt þetta við líffræðileg fjölbreytni, söfnin og vernd líffræðileg fjölbreytni, þetta er eitt af stóru viðfangsefnum samtímans ásamt loftslagsbreytingum og þetta eru svona svo sannarlega á málefnasviði Náttúruminjasafnsins. Og ef við bara förum aðeins í það hvað líffræðileg fjölbreytni þá tekur þetta til fjölbreytni öllum skipulagstegundum lífríkisins, allt frá innan tegunda, yfir í tegundir og fjölbreytni vistkerfa. Þannig að þetta er alveg allt frá erfðamenginu yfir í bara hvernig vistkerfi vinna, bæði á smáum og stórum skala og fjölbreytni þar innan. Hrun líffræðileg fjölbreytni núna að gerast á áður óþekktum hraða, bæði hnattrænt og staðbundið. Og til að sporna gegn þessari þróun þá hefur alþjóðasamfélagið einmitt skrifað undir samkomulag eins og þú nefndir áðan að Economic Montreal Global Biodiversity Framework og það voru í desember 2022 að þá var skrifað undir þetta og Ísland var eitt af aðildarríkjunum sem skrifað undir og þetta er eins og það er sambærilegt við Parísarsamkomulagið í loftslagsmálunum. Og þarna kemur til dæmis fram að ríki heims að skuldbinda sig til þess að vernda 30% af landi, hafi og ferskvatni til þess að passa upp á líffræðilega fjölbreytni. Akkurat. Og þarna eru 23 svona undirmarkmið og 4 svona stórmarkmið. Undirmarkmið á að ná fyrir 2030 sem er nú mjög stutt í það. Og svo 4 markmið, svona yfirmarkmið sem er ná til 2050. Þetta er náttúrulega bara Þetta samkomulag er alltaf bara að bjarga heiminum frá því að frá því að manneskjan tortími sér í rauninni. Það er eiginlega bara pínu markmiðið. Já. En af hverju er mikilvægt að vernda líffræðileg fjölbreytni? Af hverju erum við að þessu? Það er náttúrulega bara eins og þú segir, líffræðileg fjölbreytni er forsenda lífs á jörðu eins og við þekkjum það. Og fjölbreytnin er undirstaða þess að lífið geti brugðist við breytingum, hvort þær eru góðar eða slæmar. Og
við erum svo sannarlega á tímum breytinga, bara loftslagsbreytinga, bara einar og sér að hafa gríðarlega mikil áhrif þarna. Og ef við erum ekki með neina fjölbreytni til staðar, þá minnkar bara viðbragðsgetan í kerfunum, allt frá bara innan tegundana yfir í heilu vistkerfin. Og öfgafullt dæmi þetta, ef við hugsum hvernig fjölbreytni getur virkað, þá erum við til dæmis með svo bara hveitiakur. Ef við erum með að rækta einn klón á öllum akrinum, sem það bara allar hveitiplönturnar eru alveg eins. Og ef upp kemur svo einhver sjúkdómur, þá eru allar plönturnar jafn viðkvæmar og þær geta þá bara allar drepist á einu bretti, þannig að þannig erum við ekki með mikla fjölbreytni í kerfinu. Einmitt. Þannig að þá er það mjög viðkvæmt fyrir þessari einu breytingu sem innkoma þá á einhverjum sjúkdómi á þetta svæði, til dæmis. Eða einhverjar snöggar hitasbreytingar eða eitthvað sem að gera það verkum að allar eru eins og þá engin, það ekki þannig að einn standi upp úr því að hann eitthvað aðeins öðruvísi, að því að hann gat búðist öðruvísi við, og getur þá fjölgað sér áfram. En þetta er alltaf mjög öfgafullt dæmi, þannig að við getum við kannski hugsað þetta. En ef það tegund sem bara 7 einstaklingar eftir á allir, og þeir makast eins og bara með evrópska vísundin eða eitthvað svona sem að bara, það voru 7 forfeður og mæður og svo allur stofninn komið frá þessum 7 dýrum, þá ertu komin í svona næstum því þennan. Já, þá þetta ekki með mikinn breytileika þar innan, þannig að þó þér takist kannski að fjölga upp þarna og fá einhver fleiri einstaklinga, þá erfðamengið kannski fyrir eitthvað þröngt. Og sýnir hvað þá. Og þá einmitt spurning, þetta er svona kannski heimspekileg spurning, búið að bjarga tegundar? Já. En þarna vantar það allan innan tegundafjölbreytni, þannig að það engin breytileiki og það svo stór hluti af líffræðilegri fjölbreytni. Akkurat, Þannig að þetta snýst svolítið mikið um viðbragðsgetu í raun og veru. Og þetta á við bæði staðbundið og hnattrænt, og ef við hugsum bara eins og norðurslóðir og Ísland, að þá hafa þróast hér ýmis afbrigðastofnar í aðstæðum sem eru mjög sérstakar. Eins og bara á Íslandi, þetta eyja, þetta hér, það ekkert mjög langt síðan að landnám hófst, það verður nú bara eftir að ísöld lauk, þannig að það kannski að sumu lítil samkeppni en fjölbreytt búsvæði og vistkerfi, og þessi einstaka jarðsaga og það að Ísland sé eyja, að það skila sér í mjög sérstökum aðstæðum. Svo líka samspil elds og ís, við erum eldfjallaeyja og eins og segir stutt frá síðasta jökulskeiði og landið því ungt. Þannig að allt þetta hefur stuðlað að mjög einstakum aðstæðum sem finnast ekki annars staðar. Og því mjög mikilvægt að vernda íslenska náttúru og hlúa þeim breytileika sem hefur þróast hérna þessum stuttu tíma. Og það eru lífverur eins og bara við hugsum laxinn í ánum, í hverju einustu á erum við með sérstaka erfðasamsetningu. Og ef við töpum þessu og allir verða eins, að þá þarf ekkert til þess að þá þarf ekkert mikið til þess að það sé bara farið. En hvernig, þetta alveg bara ótrúlega mikilvægt, og hér náttúrulega bara líka tegund og þróun á hraðri leið í alls konar, kannski ekki síst vatnavistkerfum, en líka bara í þurrlendisvistkerfum líka eins og bara birkinu. Þannig það rosa mikið í gangi með innan tegundafjölbreytni og þróun. En hvernig tengist CAPSER þessu stóra málefni sem líffræðileg fjölbreytni er? Í CAPSER-verkefninu þá erum við að reyna að brúa bil á milli vísindafólks, samfélag og stefnumótenda þegar að kemur að vernd líffræðilega fjölbreytni. Og svo erum við líka að spá í hvernig ungt fólk getur komið inn í ákvarðanatökuferlið í raun og veru. Þannig að við erum að snerta á mörgum mjög stórum verkefnum og reyna að hugsa hvernig við getum tengt þetta allt saman, sem að ekkert einfalt. Og að auki þá þetta, eins og þú nefndir í byrjun, þá þetta alþjóðlegt verkefni og við erum með samstarfsaðila í Norður-Finnlandi og Norður-Noregi sem eru þá að hugsa að svipuðum nótum á sínum svæðum. Þannig að þetta er kannski ákveðið módel sem er að verða til, þar sem söfnin eru vettvangur, þar sem að hægt að leiða saman þessa ólíku hópa. Já, akkurat. Já, við ætlum að kíkja þess á hvern mikilvæg vísindamiðlunar er fyrir almenning og stefnumótendur. Það kemur einmitt inn í verandi safn, og þá erum við að starfa á þessu sviði almenningsfræðslu og vísindamiðlunar, og
bara söfnin eru mjög mikilvæg fyrir þessa almenningsfræðslu. Þetta snýst aðgang að upplýsingum og gögnum og við stöndum fyrir sýningum þar sem við erum að varpa ljósi á málefni líðandi stundar og við á Náttúruminjasafni Íslands vinnum til dæmis núna nýrri grunnsýningu hafið sem á að fara upp í Náttúruhúsi í Nesi á Seltjarnarnesi og þar eru að fjalla líffræðilega fjölbreytni í hafinu í Ísland og helstu ógnir aðeins nefnt eins og loftslagsbreytingarnar sem náttúrulega ein stærsta ógnin, en svo eru líka bara búsvæðaeyðing, það ofnýting, það mengun og svo ágengaframandi tegundur. Svona þessir 5 þættir eru svona þessir helstu áhrifaþættir á hrun líffræðilega fjölbreytni og staðbundi líka. Og við svona komum til með að fjalla þetta í þessari sýningu hafið. En svo erum við líka með sýningu Feskavatnið og annarri hæð Perlunni í Reykjavík og þar erum við að fjalla líffræðilega fjölbreytni og það til dæmis bleikjudreifingarlón sem svo frábært dæmi svona þróun á Íslandi á þessum stutta tíma síðan ísöld lauk. Hvernig í raun og veru bleikjan að splittast upp í 4 tegundir ef hann heldur fram sem horfir. Já. Nú eða ekki, því að nú verðist mörtun til þess vera... Já, það er skoðan í gangi. Þetta er alltaf bara 10 ár, þetta er alltaf bara frá síðustu að því ísölda jökulskeiðinu lauk. Já. Já, og hvernig geta önnur söfn eða miðstöðvar þekkingarmiðlunar gert hið sama eins og Náttúruminjasafn Íslands að gera? Sko, þetta er kannski bara ákveðið módel sem að vera til svona og vonandi gengur það bara vel. En bara eins og við á Náttúruminjasafninu þá erum við miðstöð á okkar málefnasviði og til okkar hægt að sækja fróðleik og upplýsingar, til dæmis þá líffræðilega fjölbreytni, bara á vefsvæðunum okkar og svo líka bara tala við okkur og gegnum þessi verkefni sem við erum að vinna með ýmsum stofnunum. En líka bara eins og í þessu CAPSIRI verkefni. Þetta geta önnur söfn nýtt sér. Svo má líka segja að við hjá Náttúruminjasafninu við erum ófeimnir að segja þekkingu til annarra safna út landið sem að gjarnan búa yfir sérþekkingu á sínum málefnum og sínu svæði, eins og til dæmis bara Selasetrið á Hvammstanga sem líka þátttakandi í CAPSIRI verkefninu. Sem þá að sinna fræðslu seli sem mjög mikilvæg hluti af náttúrumenningu á Hvammstanga og í Húnaþingi vestra. Og þetta aðdráttarafl þar, bæði fyrir ferðafólk og innlent og erlent. En svo líka bara söfnin þau geta verið svona að tengja saman þessar mismunandi vettvangar sem nú þegar á svæðunum og annað dæmi eins og til dæmis á Hvammstanga sem Húnaklúbburinn sem svona vettvangur fyrir ungt fólk og þannig hluti af tengslanindi svæðisins. Þar fær ungt fólk tækifæri til þess að fræðast við náttúruna og taka þátt í samfélaginu. Og svo með því að tengja saman eins og þetta og svo sveitafélagið þá líka og þá geta söfnin með því að opna dyrnar hjá sér orðið svona vettvangur fyrir samtal og skoðanaskipti þar sem að allir þessir hópar eru einhvern veginn fengnir að borðinu. Og já, þannig að við erum svona að og getum verið svona ákveðið módel fyrir hvernig hægt að teima saman þessa hópa. Akkurat, svona ólíkar hópar sem að kannski hingað til hafa ekki talað neitt rosa mikið saman kannski, eða mætti allan að vera meira. Ekki endilega, en já, það einhverju kannski, en svona þarf allan að vera meira samtal. Já, þetta búið að vera mjög fróðlegt. Einhver loka orð, hvað getum við tekið úr þessu öllu? Kannski bara það að tengja saman þessa hagaðila, það ekkert einfalt heldur en það svona það sem þetta verkefni að reyna að gera, það að brúa bil á milli þessara hópa, brjóta niður síló og reyna kannski bara einhvern veginn að finna leiðir sem eru skynsamlegar bæði hérna á Íslandi en svo líka að læra af þá eins og erlendis og þess vegna svo dýrmætt að vera með erlenda samstarfsaðila því að það eru kannski alls konar aðrar aðstæður. Akkurat. Úti eins og í bara okkar tilfelli í þessu verkefni, úti í Finnlandi eða úti í Noregi, þetta mjög ólík samfélag að mörgu leyti, en við getum alltaf lært af hvort öðru. Já. Og það kannski það sem svona mikilvægt í eins og þessu verkefni sem styrt af Interreg NPA, Northern Peripheral Arctic Areas, sem svona norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins. Þannig að
og það er kannski líka bara svona markmið með svona verkefnum, það að búa til svona tengslanet, þannig að það verði samtal. Akkurat. Þannig að og búa til svona eitthvað farveg fyrir það. Já, frábært. Þá bara þakka ég kærlega fyrir og við hlökkum til að sjá hvað verður. Verkefni til 2027, þannig að það verður einhver afurð í lokin sem við hlökkum til að sjá og taka þátt í að búa til. Já, þetta verður bara æspennandi og við komum til með að auglýsa þetta áfram eitthvað. En takk fyrir. Frábært, takk kærlega fyrir.